Það nágrannaslagur í körfunni hér á Akureyri annað kvöld í Síðuskóla. Það skiptir Þórsara miklu máli að vinna þennan leik, það ekki? Jú, það skiptir okkur miklu máli upp á sæti í úrslitakeppninni. Nú erum við með tryggt sæti í úrslitakeppninni en heimavallarleikurinn skiptir miklu máli. En Tindastóll sem sagt komin upp og þeir eru öruggir, þannig að þeir þurfa ekki að vinna þennan leik. Nei, að sjálfsögðu þurfa þeir ekki að vinna þennan leik, en það alltaf miklir slagir þegar þessi tvö lið mætast, enda Erkifjendur og Slagur Norðurland. Já, það skiptir máli hvort liðið er betra á Norðurlandi. Að sjálfsögðu. En þetta var nú leikt með tapið hjá okkur fyrir austan á Egilsstöðum. Geturðu lýst þessum síðustu sekúndum leiksins? Já, við erum sem sagt yfir með 2 stigum og þeir eru að innkasta þeirra vallarhelmingi og þeir bara senda boltan upp í 2 sendingum og Andrés Kristleifsson setur rosalegan þrist fyrir utan 3 stiga línuna með manni í andlitið. Þetta er svona skot sem öllum körfuboltamönnum dreymir að setja og fáir gera á sínu ferli. En þessi leikur annað kvöld, hann skiptir ykkur miklu máli. Ertu með einhver sérstök tromp upp í erminni? Nei, kannski ekkert sérstaklega. Við ætlum bara að mæta með baráttuna og viljan á vopni og vonandi troðfullan Síðuskóla. Það skiptir máli að hér sé fólk að hvetja ykkur. Já, sjálfsögðu, það bara skiptir öllu máli fyrir okkur. En hvernig, segðu mér aðeins framhaldið, ef að þið vinnið leikinn á morgun, hvað gerist þá? Já, þá erum við komin í mjög góða, með mjög gott sæti fyrir úrslitakeppnina og eins og ég segi, það er erfitt að spila í Síðuskóla, við erum með mjög gott rekord þar sko. Og það hjálpar okkur bara mjög mikið upp á framhaldið að tryggja þetta sæti, tryggja sæti í úrvalsdeild. Og það er náttúrulega klárlega það sem við stefnum að og við vitum það að það mun gera gæfumuninn að vera á heimavelli. En leikur þessara 2 Erkifjenda, hvernig er hann og hvernig hefur hann verið gegnum árin? Þetta eru allt spennandi leikir og ég lofa spennandi leik í Síðuskóla á morgun og það er mikið barist og rifist inn á vellinum en svo þegar leikurinn er búinn þá eru svo sem allir vinnir. En þarna er keppnin að hver er bestur á Norðurlandi. En þið hafið ekki verið í úrvalsdeildinni í nokkur ár. Kári, hvað er langt síðan að þið voru þar? Þetta er núna 5. árið í fyrstu deild. Við fórum niður 2009 eftir ævintýralega baráttu við Tindastól og fleiri lið og vorum þá búin að vera upp í 2 ár og einmitt leikirni við stólana, þeir allir 4 voru skemmtilegustu leikir þessara tímabila. Rauninni enduðu allir á einhvern svona ævintýralegan hátt. Hvað er það sem af hverju næst þetta upp hér? Það er erfitt að segja sko, nú er ekkert verið það algengt að leikmenn sem að fara á milli þessara liða, þó eitthvað. En ætli sé ekki bara nálaðinn og þessi körfuboltaheimur er nú ekki stór. Það þekkjast allir leikmenn, það þekkjast flesti stjórnarmenn. Það verði bara myndast bara svona einhver stemning. Já, karfan er náttúrulega þannig líka að þú getur verið 30 í körfubolta og verið alveg þrjusu góður. Já, sjálfsögðu, það er bara þannig. Ef maður er í formi sko, þá getur maður spilað og það er jafnvel bara þannig að þeir eldri og reynslu meiri eru bara betri. En hvernig er hægt að breiða út þessa íþróttagrein bara hér á Norðurlandi til þess að styrkja hana? Já, það er góð spurning. Nú er þetta eiginlega bara stundað hér og á Sauðárkróki en hefur ekki náð meiri vinsældum hérna í minni sveitarfélögum. Og það er eitthvað sem þarf að leggjast í. Við höfum til dæmis verið með minniboltamót hérna fyrir allt Norðurland núna síðustu 5 árin og bara það hefur gengið rosalega vel. En það er samt sem áður, það virðist ekki mikið fjölgun. Þannig að það er einhvern veginn að hvetja fólk til þess að koma og sérstaklega annað kvöld og sjá hvað þetta er svakalega spennandi og skemmtilegt. Já, ekki spurning. Þetta er í Síðuskóla klukkan 8 annað kvöld og við lofum góðan leik og stuð og stemningu.